Marí, hvernig kom það til að þú fórst í SOS Barnaþorp? Ég sem sagt á foreldra sem voru alkohólistar og það einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig, en einhvern veginn fréttist af að það var einhver staðar upp í sveit, 7 börn sem enginn var að hugsa um. Hvernig líður 7 ára gömlu barni þegar þér, eins og þér, þegar þér var keypt allt í einu út úr umhverfi foreldræðina og yfir í SOS Barnaþorp? Sko, mér finnst persónulega þetta mjög skrítið. Ég hef einhvern veginn sjaldan að tala við systkinum mín þetta, hvernig þeim leið. Ég hafði engan áhuga að það komi einhver grippakona að stela okkur. Þannig ég var mjög ósátt lengi. Þetta einhvern veginn bara lagaðist með tímanum. Þú segir grippukona? Já, með leið þannig, algjörlega til að byrja með, þú veist. Hún var náttúrulega bara svona ströng og göld, leit út fyrir mér. Og fyrir mér var þetta náttúrulega bókstaflega að hún kom að bara taka okkur. Hvað tók heldur langan tíma þangað til að þú og SOS mammaðinn fóru að verða svona eins og mæðgur, eða gerðist það aldrei? Það gerðist aldrei. Urðu þið aldrei vinkonur? Nei. Sko, og fyndið við þetta er að ég varð rosa lík henni. Ég er mjög áhrifagjörn manneskja. Þannig ég varð mjög lík henni. Ég varð svona ströng sjálf. Þú veist, ég hefði fungerað vel í hernum. Við urðum vinkonur eftir ég flutti til Íslands og þú veist, það kom fjarlægð milli okkar. Þú veist, við byrjum að bera virðingu fyrir ykkur aðra. En hvernig kom þér og ykkur saman við hin börnin í þorpinu? Það er alveg alls konar börnana. Þannig að þú veist, maður ekkert, þú veist, sumir eru bara verða manni rosa nánir og sumt fólk veit maður ekki heilsa, sko. Eru mörg börnana sem að eiga mjög erfitt mjög lengi? Já. Og muni bara, þú veist, aldrei einhvern veginn batna, held ég. Hittirðu alvöru foreldræðina, blóðforeldræðina eitthvað meðan þú bjóst í Barnaþorpinu, eða hvernig var sambandinu við þá háttað? Þau urðu okkur aldrei tengd, sko. Það leið alveg nokkur ár alltaf í milli að við hittum þau aftur. Hvernig fannst þér þau taka því að þið börnin þeirra væru öll komin eitthvað annað? Foreldrar okkar þá? Já. Var þeim alveg sama eða? Nei, sko, þetta er rosa magnað. Pabbi, þú þurftir ekki nema að horfa á hann og vita að hann er bara deyja úr samviskubit. Þú veist, það var einhvern veginn bara alltaf þannig. Þú veist, maður sá bara í hegðuninni hvernig hann var, þú veist, hvernig sagði orðum, þú veist, þegar við vorum að hittast kannski heima í ömmu, þá vildi hann ekki koma inn í húsi og þegar hún leið illa, honum fannst hann ekki skilið, þú veist, maður sá samviskubit á honum. En svo á móti móðurinn, mér leið alltaf eins og hann hefði verið skítsama, en ég held henni náttúrulega, hún var bara í afneitun, þú veist, auðvitað, hún setti bara einhverju grímu á og rúllaði bara með það áfram, sko. En ég hugsa henni var ekkert sama, auðvitað ekki, hún þurfti náttúrulega að lífa með þessar tilfinningar allt sitt líf, einhvern veginn að hafa látið 7 börn frá sér sem hún fæddi sjálf. En hvað gerir svo? Allt í einu bara er stefnan sett á Ísland. Hvernig kom það til? Þá var sem sagt maður búinn að sponsa mig alveg frá því 96, stuttu eftir ég var tekin af foreldrum. Og þetta var einhvern veginn bara alla tíman áætlunin hans að ná mér hingað. Þá sem sagt greindist dóttir hans með MS og sem sagt hann vildi fá mig að hjálpa henni að hjálpa með barnabarnið. Þetta átti bara að vera til að byrja með hálft ár og svo bara urðu þetta einhvern veginn bara komið núna 13 ár. Já, hvað tók við eftir komuna til Íslands? Sko, ég var búin að vera þarna 3 mánuði, þá byrjaði ég að vinna strax hjá dóttir hans. Bara ég kem sunnudaginn, á mánudaginn byrjaði ég að vinna sem sagt hjá dóttir hans. Við hvað? Í leikskólanum. Þá bara býður hún mér að fara í skóla í janúar 2006 í Flensborg. Fór að eignast vini og einhvern veginn bara lífið á Íslandi byrjaði þá. Ég heyri að þér hefur gengið mjög vel að læra íslenskuna því að hún er mjög góð. Hvað varstu lengi að ná henni? Ég upplifði ekki að það hafi verið einhver erfiðleikar út af tungumálinu. Þú veist, þetta bara kom áður en ég vissi af. Ég held að leikskólinn hafi gert sitt, alla leið, auðvitað. Það er bara að pissa kúka og þú veist. Fyrstu orðin sem hún lærir. Já, nákvæmlega. Þú veist, maður lærir náttúrulega svo hratt af börnunum. Hverjar eru aðstæðurnar í dag? Ég er bara að vinna og safnum fyrir íbúð, akkurat núna þessa stundina. Ég er að þrífa heima í fólki á morgnana.
Svo er ég að vinna kaffihús kvöldið. Ég er að vinna í Háka á heimilinu íþróttahúsinu þar. Og svo tek ég oft af mér veislur helgar. Já, þú ert ekkert löt sérstaklega. Nei. En hefurðu upplifað fordóma gagnvart því að þú hafir alist upp í SOS Barnafjöldi? Alls ekki fordóma. Frekar, fólk er bara svona guð, þetta er hræðilegt. En þetta er meira náttúrulega, maður eignast gott líf með því að fara í SOS. Og þar fær maður tækifæri í að, raunverulega, gera eitthvað með líf sitt. Hver myndirðu segja að væri uppáhalds íslenski maturinn og íslenska tónlist? Af því að nú ertu búin að höra á svo mörg ár í Íslandi. Já, ég elska íslensk tónlist. Alveg bara frá því ég kom hingað. Björgvin Halldórs, einn af uppáhaldunum mínum, og Friðrik Ómar. Svona alveg, ég get hlustað á þeim endalaust. Og lamb, auðvitað lamb, íslenskt lamb er besti heimi, sko. Ég borðaði ekki lamb áður ég kom til Íslands. Það var bara vont bragð af því, sko, út í Íslandi. Ertu í miklu sambandi við systkinin út í Íslandi og hvernig gengur hjá þeim? Ég tala reglulega við systkinin mín og þau eru öll bara eitthvað eignast börn og koma sér fyrir í lífinu og það er bara æðislega hvað öllum gengur ótrúlega vel. Það er elsti bróðir minn sem er búinn að einhvern veginn ströggla einhvern veginn bara með, neysluna sína og það bara allt sitt líf bara frá því. Hann náttúrulega var þarna elsti bróðir minn og fór fyrst úr þorpinu. Bara út af því að hann bara, átti allt öðruvís æsku en ég til dæmis, hann bara bjó út af götu og... Hverjir eru draumar þínir framtíðina og svona þín markmið hérna núna? Akkurat núna er bara að halda áfram að safna fyrir íbúð. Og svo kemur bara ljós. Það væri nú ekki leiðilegt að fara bara búa til fjölskyldu og eignast sín eigin börn. Þótt það hefur verið einhvern veginn bara í fjarlægð fyrir mann. Þannig að framtíðin, þú sér þannig fyrir þig bara hér á Íslandi? Klárlega. Ég elska Ísland.